Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari ásamt gestum sem hér í sal í fundasal bæjarskrifstofunnar á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 400. fundar bæjarskrifstofunnar Fjarðabyggðar og segja settan, sem jafnframt fyrsti fundur eftir sumarleyfi bæjarskrifstofunnar nú. Svo áður kom fram, þá þetta fundur nummer 400 sem þá reyndar talið frá sameiningu árið 2006 þegar Fjarðabyggð, Austurbyggð, Fáskrúðsfjarðarhreppur og Mjóafjarðarhreppur sameinuðust. Þá var byrjað að telja fundi bæjarskrifstofunnar upp á nýtt og þannig að við höfum var ekki sérstaklega athygli á þessum fundum þegar hlauporðið fyrir ná 100-inu. En þetta fyrir bara til að ganni fyrir þá hafði bæjarstjórn Fjarðabyggðar fyrsta sem var sameinuð sveitarfélag Eskifjarðar, Reyðarfjarðar og Neskaupstaðar funda 166-inum, þannig að við erum að fundi 566 þá kannski. En 400 samkvæmt því sem við teljum eftir í dag. Hér á dagskrá í dag eru fundagerðir eins og bæjarfulltrúar og þekkja, þá fór bæjarráð með fullnaðarumboð bæjarstjórnar í sumarleyfi. Það umboð rann út í síðustu viku og þannig að þær fundagerðir sem hér í dag eru til umræðu og staðfestingar eru fundagerðir bæjarráðs, eftirtalda fundagerðir. Það er fyrst fundagerð bæjarráðs nr. 907, hafnarstjórnar nr. 328, skipunar- og framkvæmdanefnd nr. 38. Þá er hér eitt almennt mál sem er fundaáætlun bæjarsna fram að áramótum sem þá verið hér lögð fram til að kosta að fundaáætlun hér á eftir. Og síðan hér svo fundagerðir til kynningar sem fóru fram í sumar, fundagerðir bæjarráðs síðan í sumar sem meðan það hélt á fullnaðarafgreiðsluvaldi hérna bæjarstjórnar. Og það eru fundagerðir bæjarráðs frá fundi nummer 900, 901, 902, 903, 904, 5 og 6. Það er fundagerðir hér lagðar fram til kynningar svo áður segir. Fundagerðir nefnda hafði áður farið fyrir bæjarráð og hlotið þar fullnaðarafgreiðslu. En þá göngum við til dagskrár og hér er fyrsta mál á dagskrá fundagerð bæjarráðs nr. 907. Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gerðu svo, Ragnar. Já, forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Ég ætla að fara hérna yfir fundagerð bæjarráðs nr. 907. Þarna var stærsta máli á þessum fundi var frá fyrsta máli á dagskrá gerð útboðsgagna vegna útboð sem hefur nú verið auglýst og opnað vegna úrgangsmála í Fjarðabyggð. Það er að segja allur málaflokkurinn, sorttæmingin, móttökustöðvarnar, gámaleiga og allt því tilheyrandi. Það er búið að leggja talsverða vinnu í sumar og við höfum fundað ört og verið vel haldið á spilunum hér innanhús í þessum málum og litið til fjölmargra fordæma við vinnslu á þessum útboðsgögnum. Og ég verð að þakka starfsfólki bæjarskrifstofunnar fyrir vöndu og góð vinnubrögð við framlagningu á þessu máli. Og ég held að allir þeir sem að skoða þessi útboðsgögn sjá að þarna hefur verið lögð talsverð vinna í þetta og þarna erum við auðvitað að fara ákveðna nýja leiðir. Við erum að taka móttökustöðvarnar þarna undir í útboðinu. Við erum að útvíkka í rauninni þjónustuna með því að fara að bjóða upp á grenndarstöðvar. Og þannig að þarna eru tækifæri fyrir þá sem eru að veita þessa þjónustu hér í Fjarðabyggð í dag og jafnframt nýja aðila og ég vona að verktakar muni sýna þessu útboði áhuga og bjóða í verkið sem ég vona jafnframt að verði hagkvæmt fyrir sveitarfélagið. Við munum sjá hvað framsækir í því. Svo farið þarna yfir rekstur málaflokka fyrir fyrstu 6 mánuði ársins eða 7 mánuði ársins fyrir ekki og það er verið að fara bara í rauninni yfir þær áskoranir sem eru í rekstrinum. Þetta ágætis staða með tilliti kjarasamninga og svona óvæntra framúrkeyrslna varðandi viðhaldsmál
og það er alveg ljóst að það mun reyna verulega á gildandi fjárhagsáætlun. Við eigum hins vegar eftir að leiðrétta fjárhagsáætlunina gagnvart hækkandi kjarasamningum, þannig að það kemur inn núna næstu vikum, þannig að það svona gefur skýrari mynd á þá málaflokka sem eru komnir fram úr í sínum fjárhagsliðum og tekur þar að leiðandi launaliðin frá og gefur mun betri mynd. Nú í lið 1-3 þar vorum við að dusta rykið af þeirri tímaáætlun sem þegar hafi verið samþykkt varðandi fjárhagsáætlun og sú vinna er í fullum gangi og er núna næst á dagskrá að funda með sviðsstjórum og fara yfir komandi ramma sem að koma síðan inn til nefnda. 1.4 þar vorum við að fara yfir nýja heimasíðu fyrir Fjarðabyggð sem er svona í pröfukeyslu getum við sagt. Við erum að safna að okkur athugasemdum og fá svona villuprófanir á síðuna sem að við gerum ráð fyrir að verði að fullu tilbúin og verði hægt að opna núna í september. Svo eru Íslendingadagarnir í Gravelín sem að verða í lok september. Þar við ásamt frönsku dögum að tilnefna fulltrúa sem fara í okkar árlegu heimsókn í lok september og þar eru við í rauninni að endurgjalda heimsókn þeirra á franska daga eins og við gerum á hverju ári og við eigum eftir að tilnefna þar einn fulltrúa en þetta er þarna 27. september sem er farið út í þessa miklu hátíð út í Gravelín. Svo fengum við erindi varðandi vatnsmálin í Brekkuþorpi í Mjóafirði. Þar er ekki kannski get ég sagt að það sé endilega nýtt mál en lindin í Brekkuþorpi er við það að þotna upp og er í ákveðnum lamasessi. Þetta er lítil lind sem að uppsprettan er lítill lækur og það er svona það sem við erum að fara að gera þar er að framkvæmdasviðinu var falið að fara og ræða við bréfritara og þar sem við erum að fara að skoða hvaða lausnir eru til staðar. Það er aftur á móti staðreynd að við eigum ekki í rauninni vatnsveituna í Mjóafirði og hún er ekki í landi sveitarfélagsins og þannig að það þarf svona einhverja útfærslu hvernig við komum þá að þessum málum til framtíðar en fleira það ekki hjá mér. Fyrir vegna vilja fleiri hversi hljóðsundi fundakir Bæjarráðs númer 907. Svo verðist ekki vera, ég ber hann eftir samþykktar. Þess að hann sagði ekki, hún sagði með 9 atkvæðum. Það var næst fundakir Hafnarstöðunum með 328. Orðið laust hana. Engin hversu hljóðs, ég ber hann eftir samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Það var næst fundakir Skipulags- og framkvæmdanefndar með 38. Vill einhver hversu hljóðs hana. Svo verðist ekki vera að ég ber hann eftir samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin gott fólk á næsta liði dagskrá sem hér til samþykktar og það er fundaáætlun bæjarstjórnar til áramóta. Í þessari fundaáætlun aðeins frávik frá hefðbundum dögum eða sem þekkja þá meginreglan svo við fundum 1. og 3. fimmtudag í mánuði nema slíki dagar lendi á almenna frídaga eða við flytjum til daga vegna árekstra við aðra fundi og svo framvegis. Nú er aðeins það sem eru bæði landshlutaþing hér hjá SSA ber upp á slíkan dag og eins fjármálaráðstefna sveitarfélagana og og aðri viðburðir. Þannig að eftirfarandi dagsetningar eru bæjarfulltrúar sammála að leggja til, að forseti með leggja hér til við að það er 4. september næsti fundur. Síðan er það 17. september sem er miðvikudagur, 9. október, 22. október sem er miðvikudagur,
5. nóvember, miðvikudagur, og þá mun fara fram fyrri umræðum fjárhagsáætlun, það öllu óbreyttu. 20. nóvember og þar horft til þess að verði síðari umræðum fjárhagsáætlun, gangi allt eftir 4. desember og 18. desember. Þetta er eftirfarandi tillaga forseta að fundadögum, en komi til einhverja breytinga þá náttúrulega það er það tekna fyrir hér á bæjarstjórnarfundi á fundi áður. Orðið er laust þetta. Engin kveðsljós, ég ber þetta til samþykktar. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum og bæjarritari mun senda út boð í dagatöl núna eftir þennan fund, fyrir þessa fundi. Þá gott fólk er hér eftir næst, það eru fundagerðir til kynningar og eftir atvikum umræðu sem áður voru tilgreindar, sem eru fundagerðir bæjarráðs frá því í sumar, frá 900 til 906, orðið lausnum þær. Engin kveður sér hljóðs og þær eru ekki borðar eftir samþykktar. Þannig að 400. fundur bæjarstjórnar var gríðarlega snarpur. Mun fara í sögubækur bæði vegna fjölda og eins vegna hvað sem var snarpur, en svo oft verða á fyrsta fundi eftir bæjarstjórn, eftir sumarfrí bæjarstjórnar, þegar þetta búið að ljúka umræðum með mjög mörg mál sem hafa verið tekin fyrir sumar. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna. Til næsta fundar eins og áður segir verður boðað 4. september og ég segi fundi slítið.